hér verkið sem ég hef valið á öllum þessum dásamlegu myndum hér. En ég veit ekki hvort að þetta af því að þetta sé fallegasta verkið hérna eða hvað það er. En mér finnst þessi kona hér svo undurfalleg og ég hefði svo gaman af að hafa hana heima hjá mér og með ég var að drekka morgunkaffi og bara velta fyrir mér. Og svo það líka þetta að þessi mynd myndi færa mér minningar Gunnlaugu Blöndal. Því að ég var ung stúlka að vísa til sætis í Naustinu í gamla daga. Þá kom þessi fallegi gamli maður með gráa hárið og hann kom til mín og sagði: "Myndirðu vilja sitja fyrir hjá mér? Ég heiti Gunnlaugu Blöndal." Já, ekki málið. Og svo fór ég upp á Háteigsveg til hans og vá, það var svo gaman. Hann var svo skemmtilegur og meðan hann var að mála mig þá sagði hann mér svo fallega hluti. Hann sagði mér til dæmis að hann var svo ástfanginn á konunni sinni að hann lét hana hann fengi alltaf svört rúmföt og lét hana liggja á svörtu laki bara því hún var svo falleg. Hann vildi hafa hvítan líkamann við svart laki. Mér fannst þetta æði alveg. Og svo kom að því að Gunnlaugur spurði mig hvort hann mætti taka mynd af mér þar sem ég væri nakin niður í mitti. Ég hélt nú ekki, en það var þetta á tíma sem að bara, come on, það gerði ekki heiðið ung stúlka á þessum tíma. Og Gunnlaugur sagði að það væri allt í lagi, Guðrún mín. En heyrðu, myndirðu leyfa mér að gera þetta, að taka mynd af þér nakinni, ef ég lofa þér því að selja hana ekki á Íslandi, bara á Spáni einhvers staðar, ég var mikið út á Spáni, er ekki allt í lagi að hafa nektarmynd af sér einhvers staðar út á Spáni? Þú meina það? Ókei. Og svo málaði hann nokkrar svona voða flottar nektarmyndir. En ég ætla að taka það fram að enginn er eins fallega þessi mynd hérna, þessi kona sem ég veit ekkert hver er. En hvað það? Svo kom að því að unga stúlkan var að fara að gifta sig í fyrsta skipti, þetta var fyrsti eiginmaður minn, Björn Björnsson. Og Gunnlaugur sagði: "Guðrún, ég ætla að mála portrett af þér og gefa þér í brúðargjöf." Ég alsæl alveg og satt fyrir og þetta var svona flott portrett. Og svo kom ég með kærastan rétt fyrir brúðkaupið að sjá, hann ætlaði að afhenda okkur brúðargjöfina. Það er bara Bjössi vinurinn sem verður ekkert hrifinn af myndinni. Hann horfir bara á þetta portrett og segir: "Akkur er svona mikið grænt í hárinu á Gunnu? Er eitthvað grænt í hárinu á honum?" Það segir: "Alveg satt," sagði Gunnlaugur. "Þetta er bara tóm vitleysa. Það er ekkert að marka. Ég sé að það er heilmikinn grænan lit í hárinu á henni, en það er bara vitleysa. Heyrðu, ég skal laga myndina og svo fáið hann í brúðargjöf." Og með það fórum við. Og svo giftum við okkur, svo komum við að sækja brúðargjöfina, en þá var hann Gunnlaugur dáinn. Svo ég var ekkert eftir nema minningarnar og gaman væri nú að sjá einhvern tímann þetta portrett sem hann er búinn að laga, hann lagaði. Það er ekki lengur grænt hárið á mér.